einhver sem flýr, hann vandamálið, útlendingurinn vandamálið, homminn vandamálið, arabinn vandamálið, gyðingurinn vandamálið og basically einhver sem að, til dæmis, ef það hendar, sem fellur ekki innan vókskilgreiningar vandamálið. Við erum öll látin á meðan kapitalið er bara fucking nef okkur. Það er bara blá nef okkur í angusinn og meðan við erum öll að berjast innbyrðis. Corporate capitalist vald, það er enginn sem getur sagt þeim neitt. En hvað finnst þér þá Trump? Út af því að þessi gagnrýni hefur komið mjög mikið frá til dæmis þeim sem hefur kjósað Trump. Sko, nú verð ég að segja þér eitt með Trump. Hefur þér kosið Trump? Eru góður? Við erum geggjaðir. Erpur Eyvindarsson, Slagi Babarinn, Blas Róka. Ha held ég. Hvernig ertu? Ég er nývaknaður sko. Já. Og það er rosalega lúxus. Það geta svona leiðið aðeins lengur í betsa. Þannig að ég er mjög góður sko. Ég er búinn að ná að liggja sæmilega lengi og það komið kaffi í köttinn Og við erum að taka henni upp á klukkan 8 á miðvikudagskvöldi. Hvað varst það að gera í gær? Ég er í neyslu. Nei, ég er að djóka. Við erum að taka upp hérna rétt yfir 11 á 50-dagsmorgni. Hérna, sko, byrjum að plugga tónleikunum. Já. Þau erum með tónleika. Eru XXX Rottweiler, 25 ára afmæli Rottweiler í höllinni. Og það verður bara, þetta er náttúrulega bara eins og þeir sem sá okkur í fyrra. Margir mistu af því að við náttúrulega fylltum höllina. Þá vorum við með bara heilan dag, þetta byrjar kl. 6. Það eru alls konar algjörir meistarar sem að keyra bara festivala að stað bara strax 6. Það eru matavagnar, DJ-ar, Flóni, Birgir Hákon, Gugusar, Skitturnar, Jói P. Król, Íslefur, það er bara svona halar á veislum. Svo koma Rottweiler-kettirnir og gjörsamlega slíta trínið af svíninu. Þannig að þú lofar góðri skemmtun? Já, það ger ég. Já, þetta er alþýðuband. Alþýðuband? Þetta er alþýðuband. Það skiptir engu máli hvað einhverju lúðar einhverstaðar eru bara að taka, bara zooma inn á raskutuna og bara einhverjum pappastrák í bara apavatni dölum, skilu. Þetta er það sem að alþýðan vill. Og það er ástæðan fyrir við fyllum. Mega hægri menn koma? Já, en þeim er líka alveg að geta pöng. Þetta er náttúrulega, það er náttúrulega við erum sem alþýðuband, þá erum við fyrir alla og þá bara kannski fatta þeirra aðeins hvaða er fallegt og gott þegar menn eru ekki að elta bara, gera bara eitthvað ræpu að því að græða pening á því. Það er ekki auðveldasta leiðin sem að maður hefur farið í listsköpun. Maður gæti átt svaðalega peninga ef maður væri bara til í það sem allt sem maður þarf til að En nú eru svo margir sækja pokan. En er ekki svo margir tónlistamenn? Ég geti verið með flúra svona einhvern veginn svona nafnið á einhverju bettþjónustu. Já. Þá geti ég setið þetta núna og verið bara með jafnvel 100.000. Já, en þú segir nei takk við því. En það eru svo margir sko rapparar og tónlistamenn og hægri sinnaðir í dag. Af hverju er það? Er það ekki? Ég út af því að þetta snýst allt peninga, þetta snýst að skipta bíla, eiga flotta bíla. Já, en það þarf ekki endilega í sjálfu sér að vera bara sjálfkrafa hægri sinnað. Vegna þess að rapp er af götunni. Þetta er í raun og veru, við getum kallað þetta í tilfelli Bandaríkjanna ghetto. Það sem við köllum eins og bara í Evrópu, þá er þetta bara working class, eins og í Bretlandi, working class bara hverfi. Og þar, þegar þú þetta hafa fyrir hlutunum, þá viltu sína það. Það er ástæðan fyrir að rappi byrjar á því að vera alltaf að sína það sem þeir eiga. Ef þeir eiga allt í einu bíl, þá flexa það. Það er ekkert merkilegt til að pappastrákur er bara búinn að fá bara sinn 4. bíl. Pappið er búinn að kaupa handa en bara 4. fucking Porsche Boxster eða eitthvað djöful þetta mannskapur rúlar á, þá er það ekkert merkilegt. Mikið af þessum rappkautum náttúrulega er alveg svona búin að hafa svolítið fyrir þessu. Þeir eru svolítið ríka foreldrar samt ofta tíðan. Já. Við getum ekki gaman af þessu. En það er samt upp og niður. Já, það er alveg hárrétt. En
Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá lætur þú gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Rottweiler, við erum 200 kóp, við erum Árbær 110, við erum komnir að vinnandi fólki. Já. Og það sem við eigum, það höfum við haft fyrir. Það var ekkert sem kom, það var ekkert sem kom að sjálfu sér. En við erum ekkert að flexa það neitt. Nei. En að flexa eitthvað allt í lagi. Ég meina, mér finnst það í sjálfu sér ekkert vera, ég sjálfu kampaðins kommi, sko. en ég ekkert að flexa eitthvað drasl sem ekkert merkilegt bara því að það dýrt. Þetta ekki alltaf lægi að vera þú veist, ég meina Sólveigana, ég myndi segja hún sé að einhverju leiti kampaðins komi líka, sko. Ekki alltaf lægi að vera kampaðins komi núna í dag, fyrst að þú ert að tala fyrir málstafnum? Sko, ég hef aldrei skilið hvað að því að ég vinn fyrir mínu peningum og kaupi mér eitthvað sem að mér finnst skipta ekki eitthvað máli, veit að má kosta pening af því það vandað. Romgeimið mitt til dæmis. Ef ég að fá með Cohiba Behike, ég veit að hann fucking dýr, þetta dýr vindill, en djöfull hann notalegur maður. Þetta kampaðins koma hugsunin. Síðan náttúrulega alls konar svona artanlegs plebba sem í ykkur mökkuljótum, með eitthvað mökkuljót Louis Vuitton, ykkur slopp eða með dúskum á öxlunum og maður bara fokk hvað þetta ljótt og þá bara, nei, menn þetta dýrt. Það skítaelementið að vera svona kaupa eitthvað drasl og virði þess sé sko að það svo töff af því það dýrt. Það ekkert merkilegt. Það fullt af drasli sem rándýrt. En kampaðins kominn, hann náttúrulega búin að grannskoða þetta. Ég meina, ef rom liggur á tunnu í áratugi, eikar tunnu bara í miðkúpu, miðsvæðum, mið-norðurkúpu, þá alveg eðlilegt að kosti smá pening. Rappið betra í dag núna heldur en það var þegar þið voru að byrja? Talum á Íslandi? Já. Þetta meira genuine? Þetta meira alvöru götu rapp? Sko, við skulum alveg hafa þetta snjallt. Málið það, höfum það á hreinu, þegar við byrjum, þegar ég og Cesar A byrjum að rappa á íslensku, þá þetta mjög lítil sena og þeir svona flestir í rappsenni voru að rappa á ensku og voru svona, held að svona voru rosa mikið svona undir áhrifum frá sko, að gera að fá áhrif frá öðrum löndum og öðrum svæðum og öðrum menningarheimum, absolutt. En þeir voru svolítið, það var rosa mikið svona copycatta keppni í gangi, sko, að vera svona ekki að representa Ísland. Það sem sagt, ef þú ert frá Íslandi og bara alveg upp í 200 kóp og vesturmönnum í Reykjavík eins og ég og bróðir minn, þá ertu að endurspegla það. Þegar við komum fram, þá erum við svakalega minnihlutahópur. Þannig að þetta svaka barátta. Það var engin sætugæðarnir í bekknum, fótboltagæðarnir, svona, þeir voru ekki að gera rapp, sko. Í dag, það búið að ryðja brautina. Þeir sem fyrir fótboltastrákana? Já, basically fyrir alls konar pappastráka og núna hoppar bara kjölsöið. Það búið að ryðja brautina. Og þá leika höfrungarnir sér í kjölsöginni fyrir þá sem að hafa ekki farið á sjó og nú þú þarf ekki að fara á sjó og bara verið bara á fristitóra í Barentshafi. Ég að tala að hafa séð bara hvað kjölsó þegar þú siglir og klífur ölduna, skimur kjölsó. Og það alls konar apakettir sem gaman sem þar og það bara gaman. Ég meina, ég rappfaðir og ég á mörg börn og þau eru alls konar. Já. Ég sko, þetta svo sérstakt, sko, það stemmingin einhvern veginn að breytast. Maður finnur alveg að ungt fólk að vera hægri sinnaðra og einhvern veginn, ég var að tala við Dóra DNA og Halldór Armand núna bara síðast. Það orðið svona punk að fermast í kirkju. Það svona orðið
svona punky í Já. dag sko, en nú, ótrúlega sérstakt. nú er ég að segja, nú ertu að fara svolítið frálslega með hægri vinstri kvarðan Ok, að, ef það er allt í norði hægri sinnað að velja Jesú sem leiðtoga lífsins, maðurinn sem sagði það er auðveldara fyrir úlvalda far gegn nálar en ríka manni himnir ekki, maðurinn sem deildi öllu sínu með lærisveinunum. Sko, Jesú Kristur, hann myndi bara teleporta sitt bara back in biz, þá væri Hannes Hólmsteinn og Stefán Einar og bara allir það blágómur, það myndi alveg bara svona springa æðar, bara koma næsti, þeir myndi crossfesta hann aftur, blágómu bandalagið, sjálfstæðisflokkurinn, þeir voru marsirandi bara, þú veist, dilja og mist og þeir voru bara helvitis kommunisti, því að Jesú Kristur, hans boðskapur er að þú gerir það sem, þú gerir hluti sem þú græði ekkert endilega persónulega, þú deilir með þeir, þú vilt samfélag. Að ég vilja samfélag, það er til vinstri. Að vera til hægri, það er að hugsa bara, herri, nú ætla ég bara að runga mér hérna og engum öðrum. þannig að hann fær ekki á Arnarnes að sækja lærisveina. Jesú Kristur myndi fara på Arnarnesið til þess, jú, hann má alveg sækja lærisveina, en síðan má hann líka velta borðum, eins og hann gerði þegar hann sagði við víxlarana, þeir eru búin að breyta, það er basically fyrsta bankastofnun, sjá hvað fannst Jesú abana sem voru víxlararnir sem breyttu húsi föður hans í gróðra stíðum, já, það mátti ekki samkvæmt kristinni og islam líka, það má ekki innheimta vexti. Akkurat. Þar að leiðandi gerðu gyðingar það og þar að leiðandi það er ekkert af þessu sem að eru, og Íslam er líka með mjög áherslu á að hjálpa þeim sem að þurfa á því að halda og minna mig að sín, þannig að það er engin af svona stærstu áhrifmestu lífsspekinni sem er ekki til vinstri. Já. En svo er líka alveg góða punktur hjá þér, því að þú veist, trúleysi hefur mjög oft verið tengt sjálfkrafa við vinstri, en síðan er það náttúrulega upp og ofan. Ég meina Hitchens og svona kallað, ég meina þeir eru ekkert endilega til vinstri, það. Hitchens var mjög mikið til vinstri. Hann er einmitt hérna fyrir aftæði að mynda á honum. Hitchens var mjög mikið til vinstri, en hvað heitir hinn kötturinn sem að verðum að... Sam Harris, Daniel Dennett, það voru einhverjum sem að voru... Richard Dawkins. Dawkins, var hann líka til vinstri? Nei, hann er rauninni svona frekar ópólitískur sko, hefur svona aðeins reynst meira pólitískur í svona seinni árum. Já. En þeir náttúrulega hafa tekið svolítið svona stöðu eins og í Palestínu Ísrael málunum, það voru þeir svona frekar mikið til hægri og jafnvel sko sagst vera svona aðeins meira svona menningatengdir kristni og eru svona ákveðna menningaborgar þar sko. Akkurat, sem er skita, þetta er mjög algeng skita, að vera svona, þykjast að vera svona að fatta að við viljum samfélaginu vel, en þú bara ákveður að samfélagið sé bara kannski hverfið þitt, bæriðinn, borgiðinn, síslaðinn, þroski mann, eftir fleiri sem fá að vera með í samfélaginu, því meiri þroski er þetta. Þetta eru ættbálkar í norður-amerísku Indíana sem að hafa gengið út frá því að hringirnir sem að því fleiri sem komast fyrir innan samfélags, hringirna sem skilgrina hvað þú lítur á sem samfélag. En vestræn hugsun er, þú veist, með þess að svo kratar. Þú veist, við viljum frí velferðarkerfi og allt svona fyrir börnin okkar og svona. En við erum alveg rosalega til í að það sé fjármagnað með arrændum auðlindum þriðja heimsins sem Bandaríkin og Vesturlönd hafa rænt með valdaránum, innrásum, þú veist, og við erum ekkert að breytast. Nei, við komum... Trump er bara hreinskilnari með þetta. Við komum örgulega inn á þetta eftir. Hérna, sko, það er svo margt af því sem ég langar að taka út, en hérna, höldum að klárum þetta með hérna vinstra hægri, út af því að sko, wokeið er búið að vera rosalega mikið til umræðu og ég held að þetta sé mesti skaðvaldur sem hefur, svona rakið okkar vestrænu gildi frá og við tölum Sólveig Anna áðan. Þetta var vestrænu gildi, hvað? Það er það sem Sólveig Anna talaði á samstöðunni þegar hún fór yfir þetta, það sem hún sagði að okkar vestrænu gildi sem við varum að byggja á væru í rauninni hafa verið að ýta þeim út undir þeim formerkjum að vera góð manneski eða vera á móti öllu sem að
hefur byggt upp okkar samfélag. Mér fannst það rosalega magnað, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Mér fannst sko Sólveig Anna, þetta kona sem hefur allt sitt líf, hún hefur bara ákveðið eins og Jesú Kristur bara og fleiri góður í sögunni að fórna, ekkert að fórna, það ákveð að setja svona písla, það svolítið biblíulegt að flegi þessu svona, hún er ákveðið að nota líf sitt í að hjálpa fólki, þeim lægslaunuðustu, fólk sem af alls konar bergi broti sem hefur á auðveldast með að vera misnotað af kapitalistum sem vil ekki sjá bara, ef þau sjá að það sé séns á arran eitthvað því hann kann ekki tungumálið, hann ekki verkefælisfélagi, tilvalið, hún tekið upp þetta fólk upp á sína arma. Ef hún segir hluti eins og það að Vogue sé algjörræpa, Já, það er bara rétt. Býtu, að manneskja sem er búin að eyða lífið sinu í að hjálpa, virkilega hjálpa, þá tek ég gett markaði. En ef ykkur nýfrjálshyggju krata lipparæpa sem hefur aldrei gert neitt þjóðfélagslega til að snerta á kapitalinu sem stóra hreyfiaflið í að koma fólk í fátækt, ekki úr fátækt, skreyti sig með einhverjum fjöðrum, dyggðaflöggunin, í þessar umræði, mér finnst sko, ég er náttúrulega svört menning hefur mótað mig mjög mikið, gegnum tónlist og svo framvegis eins og náttúrulega gegnum Bretland og Frakkland en Bandaríkin náttúrulega mjög mikið og hugtakið er náttúrulega upprunalega þaðan. Hugtakið sjálft frábært, sem sagt allt það sem stendur fyrir. En það er búið að taka það og hijacka það og ræna því af liði, nýfrjálsingar fer öll í þetta. Hún hugsar, heyrðu, fokk maður, þú veist, núna alltaf fleiri og fleiri að fatta að það 1% af heiminum sem allt sem er út af kapitalistum sem vil ekki bjarga jörðinni frá bara hamfara línun og viðbjóði vegna þess að þeir græði ekki á því. Þeir vilja ekki koma á friði í heiminum vegna þess að þeir græði ekki á friði ef þú ert búin að fjárfesta í vopnaðina, skilu. Þannig að þeir fara í það til þess að halda áfram að líta út fyrir að vera sem sagt róttakir. Nú er að tala mjög gott dæmi, Biden og félaga sem eru púra corporate, alveg eins og Trump, kapitalískir, hægri öfgaflokkar. Það eru 2 flokkar í Bandaríkjunum, þau eru báðir misöfgahægri. Út frá því sem skilgreinir bara alvöru málefni sem bara erum við til í að það sé vera að hnefa okkur daglega, þú veist, af einhverjum pappastrákum og apaköttum sem eru orðnir hið nýja aðall, alþjóðlega, þú veist, og það eru flestir saman, og breytir hugtökunum, pæli hvað Vogue dæmi úrslega mikið þetta, það er búið að brengla svo mikið tungumálið, að þú ert með mynd hérna af George Orwell, sem er ein af hetjum lífsminns, mjög róttakur frjálslyndur sósíalisti, skilgreindur væntanlega sem sósíalisti af Dilja og Mist og félögum. Ég held að þau myndi ekki gera það. Það var bara því það hafi ekki lesið hann. Það er svolítið búin að hijacka hann líka. Það er alls konar blágómur sem haldir eigin. Það var róttakur sósíalisti, hann var svo róttakur að hann sá hvernig valdasamrunin í Sovétríkjunum til dæmis var sjálfsögð til hægri, enda var Stalin og félag til hægri í bolsjevika hreyfingunni. En svo kom aftur af Vogue-inu, þetta samt allt samtengt, þetta út af hvernig valdi rænir hugtökum. Og það sem Sólveig Anna að segja í raun og veru, valdið svolítið búin að ræna hugtakinu og bara eyðileggja það. Þetta er alltaf líka snýst það, sko. Ég meina, ef ég geti fundið þig á upptöku árið 2002 að segja einu sinni orðið út af því að þú ert að syngja með Wu-Tang Clan, að þá allt sem að þú myndir segja og hefur sagt einhvern veginn orðið
eitthvað obsolete út af því að við viljum ekki hlusta þau lengur sko. Það það sem vókið fyrir mér, þetta bara skoðana kúun undir þeim formerkjum að þú sett góð manneskja ef þú bendir á eitthvað sem er misferst hjá öðrum eða jafnvel ekki misferst. Akkurat, sko, þetta það sem Sólveig Anna sko, hún að taka upp sömu merkingu á vók og þú. Ég náttúrulega hugsa frekar hugtaki upprunalega, það alveg gott og svona. En það sem að merkir fyrir rosa mikið af fólk í dag eftir að corporate Google-appa kettirnir í svona þessu nýfrálshyggju libba þykjustu vinstri, þeir hafa náttúrulega raun og veru hampaði. Þú veist, það var ekki einn dagur þar sem að var gert neitt þess að það var færri blökkum en skottin til bana af svona bandarísku gestapólögreglu sem sér löggæsluðar undir Biden. Það var ekkert sem að engar aðgerðir. En það var alls konar sniður LGBT, Q-hattar og BLM. Þetta svona eins og mýmið að það sprengjuflugvél að kasta sprengjum, alveg svört og stendur Republican. Svona alveg sama flugvél fyrir neðan, gera nákvæmlega sama, drepa almenning í Miðausturlöndum og Palestínu og eitthvað, en svo stendur Demókrat og það þýðir þar að leiðandi að það LGBTQ plus báni og BLM. Ég sé þetta mým. Fattar mig, þessi pæling þetta deyðaflöggun. Ég veit að Sólveig Anna hefur allt sitt líf og mun allt sitt líf og hennar fólk vera í því að standa með þeim sem þarf að standa með. Þá þarf hún ekkert að koma bara og vera búin að læra hvernig á að tala. Þetta bandarist kjaftaði að þykast, þetta sölumennska, þetta svo kapitalist að læra, bara, já, ég í framboði fyrir demókrata, já, það þarf ég að læra að tala eins og ég sé hefi góðu gaur. Eitthvað svona, dygðaflöggun vandamálið, við getum alveg vera að rífast nákvæmlega vók-notkunina, en það sem hræðilegt við rosa mikið af liði sem segist vera vók dygðaflöggun, en ekki gleyma því, þetta ekkert nýtt. Þú veist, cancel kultúr, þetta fyndi hægri menn, þeir með svona stutta, með svo rosalega þrönga sögu, sko sína á söguna. Alla tíð hefur róttæku fólki verið cancelað fyrir að standa með fara gegn valdinu. Ég meina, hvað Jesú Kristur hangað á krossinum annað en cancel, fucking hardcore cancel. Elítan meðal gyðinga, Rómarvaldið, þeir voru bara þessi köttur, hann þarf að hanga. Oscar Wilde, sjálfsögur rauður, samkynhneigður, valdið, konservativ valdið í Englandi, cancelar. Allir sem hafa talað fyrir Palestínu, fyrir þriðja heiminum, kommunistar, McCarthy era, svo eru hægri menn bara eitthvað cancelkultúrun eitthvað. Þið fundu þetta fucking upp, mann, og ekki fara að væla þetta springur upp í tussun á okkur, þú veist. Þannig að öll þessu hugsun ömurleg, að þú getur tekið gott fólk og eins og þú segir, bara því að hann, þú veist, meiga okkur fucking staur okkur útihátti fyrir 30 árum, bara, já, nei, ég ekki ánægð með svona hegðun, skilur. Þetta notað sem pólitískt val, þetta notað pólitískt til að drepa niður raddir. Og ef hópurinn sem að þarf að cancela í almennt til vinstri, þá eru ákveðnir stimplar notaðir sem henta í þeim aðstæðum. Í hægri sinnum aðstæðum þá það öfugt, skilur. Þú sér bara eins og til dæmis Joe Rogan, corporate fjölmiðlum, kapitalistar hafa náttúrulega bara stýrt allir í fjölmiðlun og við skulum ekki ákveða því að RÚV sé gera neitt annað en að þýða bara drasli frá CNN og þú sér það bara, þú veist, Ísraelar skjóta, stoppa sjúkrabíla á Palestínumanna og taka þá, skjóta þá í hnakkan, berja þá, mistina með þeim, grafa þá í fjöldagröf með sjúkrabílunum, skilur við. Fréttin birtist bara þýtt frá hvernig bandarísku corporate miðlarnir sem myndu brjálum áhrif frá því að corporate valdi í Bandaríkjunum, þetta verkefni sem skiptir máli. Ísrael verkefni sem skiptir máli, það stöðuleiki á svæðinu til að olíulind þetta halda áfram að flæða og svona. Þannig að fjölmiðlar ok, nú fór ég aðeins á spórinu með þetta. Af hverju byrjuðum við aftur með Sko, ég ætla að grípa hennar bolta því að það svo margt áhugavert sem þú segja. Peinslega sem ég segja að orðanótkunin
hijackuð já, einmitt, ástæði fyrir að tala um corporate fjölmiðluna sjá allir að þetta að corporate miðlar að missa allt vald það engin, ungt fólk, það engin sem að liggur yfir CNN, Wall Street Journal það bara einhverju fokkin lúðar með móð og glerunum upp í háskóla eitthvað svona, einhverjir apagetti sem skrið út og raskatur Hansi Holmstein sem sitja og bara eitthvað já, ég að lesa þetta Wall Street Journal þú veist, í alveg það bara heimsmyndin, það allt fólk sem veit aldrei hvernig þróun söguna verður, það liðið sem liggur í corporate miðlum, það klift og kötta til þess að þjóna hagsmunum corporate elítu Vesturlanda, globalistana eða hvað maður kallar það ok Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pilsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pilsu sem ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pilsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Svo kemur allt í einu frjálsari fjölmiðlun með samfélagsmiðlunum ég fylgist mest bara með Rásum og Telegram það eina sem algjörlega frjálst Instagram alveg það verið að skemma og ritsko á Instagram og sjálfsögðu Facebook bara brandara svo kemur miðlun fram og þeir eru skítræddir við þetta og hver verður stærstur? Joe Rogan ekkert eitthvað svakalega pólitískur en hann með opinn miðil hann fær alls konar lið hann ekki að spurja bara þú veist ert þú ekki alveg örugglega til í að það sé verið að skjóta og sprengja börn með fosforsprengjum í Ísrael, ertu ekki alveg örugglega til í það? Þú veist, basically að bara það er svona, þú fari ekki viðtal á CNN nema vera bara, þú veist, að bara, hvað ég er til í að sjúga eitt síonískan umskóri bara núna, skilur við, og ræði hvað þú klippir þetta út, það fer ekkert út hérna. Þannig að Joe Rogan, hann fær bara alls konar fólk, til hægri, til vinstri. Hann fætti með þessi Abby Martin sem stórkostleg, fólk geta að tjekka Empire Files, Abby Martin hún Kaliforníu pía sósíalisti mjög andheimsóta sinni hann fær hana til að tala og hún talar um Palestínu hún búin að vera mikið í Palestínu þetta má ekki í Bandaríkjunum kapitalíska alræðiskerfi leyfir ekki mismunandi raddir mismunandi raddir ef það innan þess sem þeir vilja heyra ef þú vilt heyra raddir bara sem að vera að rífast að hvort að megi drepa að má drepa 10 börn í Palestínu, ekki 20 það alveg umræða sem í lagi skilur, innan búblunar þá fara þeir allt í unni, þetta ástæðan Joe Rogan var svo ógeðslega stór og þá hugsaði þetta allt of mikið vald við erum að missa allt of mikið vald frá corporate fjölmiðlinni og þá byrja þeir að grafa upp kjafta á hann allt sem hann að gera í dag og búin að gera þú veist eins og ég segja, hann tala við alls konar apa og þú getur alveg gagnrýnt hvað hann að segja og bla bla, skiptir ekki máli ástæðan að hann verður target af því að hann með opin fjölmiðil sem að corporate valdir, sem kapitalistarnir stýr ekki og þá graðar allt henni upp hann sagði eitthvað ennorðið fyrir 20 árum eða hvað var? Já, 200 sinnum reyndar yfir en þú veist, ég alveg sammálaði ég hef mér þess að sagt að ég 3 sinnum í þessum þætti en alltaf í kontekst við það að fólk sem að nota það eru skítalar skilur ef einhver segir það við þeldökamann að þá hann skítallin, ég setti það alltaf í það kontekst og mér slett hvort að fólk ætlar að cancela mér eða ekki en ég vil meina að þú sért bara hægri maður sem er frekar góða fréttir fyrir mig ég ætla að fara rauk fyrir svo þegar þú sagði ég er búið að enga með mig þú ert bara með ómikið vald já, helvíti nei, málið það og það nefndi George Orwell og George Orwell var náttúrulega bara aðalega að berjast fyrir því að þeir sem væru að vinna fyrir sínu launum myndi koma til með að halda sínu launum og ríkisvaldi ætti ekki að hafa afskipta því það í rauninni nýja hægri mennskan og aðal gagnrýnin til þess að þessa corporate heim í dag koma miklu meira frá hægrinu svona alternative media einhvern veginn orðin miklu meira hægrisinu heldur en nokkuð tímann var og alls konar fólk að verða hægrisina og þú þar á meðal sem eru góða fréttir sem eru mjög góða fréttir fyrir síðanasta libba nei, ég einhvern veginn út af því að við tókum kaffi áður en við komum, svo við nefnum það líka og við vorum að ræða þetta, þú veist, maður kemst oft í svona full circle þegar maður einhvern veginn í hægri vinstri umræðu, þá erum við bara berjast fyrir því að ríkið hafi minni afskipti af okkur. Nei, við erum að það er munurinn á, það er bara gallinn og þarna fórst, þetta, þú veist, þegar þú talar um George Orwell
gallin að það er búið að hijacka George Orwell eins og búið að hijacka Vókið. Þeir segja að hann hafi verið að allt hafi verið gegn ríkisvald. Nei, það er gegn valdi. Og versta alræðisvaldið ekki ríkisvald, það er corporate vald, það er kapitalistvald. Af því ríkið, við getum ennþá sagt eitthvað, við erum ekki sátt við þetta, nú, akkur ætti að hlusta á þig? Jú, af því að ég þegn í þessu ríki, í þessu landi. Hvað gerist þegar þú segir eitthvað við corporate, við kapitalið? Þá segja þeir bara, já, ég má þetta. En þeir hafa ekki lögregluvald til að segja á mig. Þeir eru með engaherri, kallið minn, og það er framtíð kapitalismans, engaherrir. Þá geta þeir bara kift, fengið bara skítfátallið til að fara og deyja í þessum stríðum og þá þurfa engar kistur og það er bandaríski herina meira og meira að vinna með og fleiri herir með engaheri. Því þá þarf ekki að koma heim kista með bandaríska fánunum á sem sést í fjölmjölum. Þá er þetta bara fátækir kettir allsstaðar á heiminum sem deyja í þessum skítastríðum fyrir auðlinda ásókn kapitalistana. Þannig að, en svo við bætum við með þetta með tala full circle. Sko, ég og George Orwell, við myndum líklega vera skilgreindir sem, ekkert líklega, hann skilgreindur sem libertarian socialisti. Sem sagt, og Kropotkin. Það er minn maður. Já, ég vissi það. Hann anarko-syndikalisti, anarko-kommunisti, frjálslyndur þetta libertarian kommunisti, þetta svona, það alls konar skilgreiningar. En hann byggir á Marx, þú veist, en hann bætir við, því það sko, þú veist, það þarf alltaf að vera að bæta við kenninguna, Rússar, sem sagt, já, það sem vörðu sovjetmenn, þeir náttúrulega bæta við Marx-Leninismannum, og það henta rosalega vel, Noam Chomsky hefur talað um þetta. Noam Chomsky við erum svolítið saman í klúbb, ég og George Orwell og Noam Chomsky. Hann sem sagt super. Ok, hefur þú gert political compass prófið? Já. Ok, ég man ekki hver ég lendi. Ég lendi einhver sko mjög anti-authoritarian allavega. Já, sem sagt þetta fyrir þá sem að þú getur kannski hendi. Já, ég hendi mynd af þessu. Að sérst efstu uppi alræði. Þetta sérst kross. Þetta öxl, hvað segir maður? Ekki, nei. Jú, bara öxl, kross. Þannig að efst upp alræði, neðst niður frjálslyndi og svo til vinstri og svo hægri. Og vinstri þannig að þú viljir allt fyrir alla og til hægri bara, ég meina, það bara svolítið, það bara, ef þú hefur öll völd þá ræðið þú. Það bara, sá sem hefur valdið, hann bara, það ekki til neitt siðferði, sko, í raun og veru. Enda kapitalismi þannig, það bara, gróðið eina sem beðum í kapitalismi. Ég alltaf lengst í vinstri og lengst niðri. Ég lengst niðri sem sagt varðandi persónufrelsi. Þú libertarian og economic scale á vinstra megin. Já, sem sagt þannig að þú veist persónufrelsi í raun og veru bara algert en svona félagsleg frjálshyggja og svona vinstri sinnuð efnahagsstefna. Til dæmis frjálshyggja gjössanlega ónýtt hugtak. Nei. Eins og Vókið. En ég get alveg sagt, það rosalega margt John Stuart Mill og alls konar dótari sem make sense, en mundu að því að við vorum að tala með þetta í bílnum á hann, frjálshyggja ekki sama og nýfrjálshyggja. Nei, bæði frábært, sko. Já, einmitt. Sko, ég nefnilega, sko, ok. Nýfrjálshyggja allt sem raði í heiminum í dag. Römmum þetta aðeins inn. En ég til í þessum ræðum. Orð á Boeing rapa. Nýfrjálshyggja, til lukku Thatcher. Það er ekki til iðnaðar á Vesturlandi lengur af því að Wall Street kettirnir þeir vilja að fólk í Philips sem saumi nægskóna af því að þá geta þeir borga meira, þá meiri útborga á Wall Street. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni. En eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært.
Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Gömlu, sko, og þetta komið með að svona Ef ég þarf að skjóta inn, hefur þú séð hérna gervigreinda myndbandi sem búið að búa til af hérna svona amerískum hérna sweatshops, þar sem að fólk Já einhverja bandaríska fytibólur að sauma Nike skó Mér finnst það fokk fyndið Industry coming back to America Þeir eitthvað að sauma Þetta er svo góð Með svona kínamúsík undir Mér finnst það fokk fyndið En römmið aðeins, hvað finnst þér byrjum á kapitalisma, hvað er kapitalismi fyrir þér? Kapitalismi er í raun og veru að valdið er hjá þeim sem á kapital og þannig að kapitalismi helst í hendur ástæð fyrir að Vesturlönd fara og verða svona leiðandi í heiminum í kapitalisma er að þau byggja sér upp kapital og það er ekkert neitt sem heitir siðferðið, ástæð erfitt ástæð auðvelt fyrir einhverja kapitalist að segja bara kommunismi og sósíalismi, þetta gengur ekki upp. Nei, það er því að við erum að reyna að fæða fucking börn og konur og gamalt, við erum að hafa alla góða. Það er ótrúlega auðvelt að vera bara forríkur apaköttur og segja bara, kapitalismi gengur upp. Nú akkur, af því að ég á nógan pening, restin bara get ekki átt heimili, restin þarf að vera í 2 vinnu til að borga fucking leigu og erum áhyggjur bara á næstu mánaðamótum út af alls konar skuldum og drasli, get ekki sko haft krakkana sína í íþróttum, þú veist. En þeir sjá fólkinu fyrir fæði klæðu húsnæði. Sér það? Já, nei, sko, þetta er svo gott slag. Ég hef lúmst mjög gaman af Ingu. Hún hérna, kom að það með klæðslega slagorð sem að þú getur séð ítrekað í baráttu verkalýðs gegnum tíðina hérna, sem slagorð. Kapitalismi hefur aldrei haft á stefnusgrána að fólk eigi sjálfkrafa fæði klæðu húsnæði. Einna aðalgæjanum, var ekki forstjórinn á Nestlé, hann sagði vatn er ekki mannréttindi, þetta er nýfrjálshyggja. Nýfrjálshyggjan er að til dæmis núna, ef þú fengir flogakast, sykursýkiskast, er það ekki, deyja menn ekki alveg að því eða eitthvað? Ég er ekki nógu vel að mér í því, sko. Nei, ok, ég er að reyna að koma með eitthvað svona eitthvað alvarlegt kynfyrir. Já, allt í einu myndi bara þú fórst hjartatruflanir, þvílíkar. Og ég var bara einhvern veginn svona bara með hjartastuðtæki með mér ég myndi bara horfa bara ef ég væri frjálshyggjamaður ok, nei, rétt skal vera rétt nýfrjálshyggjamaður þá myndi ég bara horfa svolítið bara upp á þig og ég bara svona býð eftir að þú tegði þig í veskið ég var alltaf sjálfsög með posa eins og nýfrjálshyggjumenn þeir eru með posan með sér og þá myndi ég vera bara já, hvað segirðu, hérna hvað eru hérna upplýsingarnar hérna, korta upplýsingarnar og það er ekki fyrir þú búin að borga þá bjargaði lífiðinu því að það er ekkert þú verður að sammála mér það er ekkert það er engin það er engin lögmál, kristni með lögmál íslam er með lögmál, kommunismi með lögmál sósíalismi með lögmál allt er með einhver lögmál hvernig við viljum svona húmanísk lögmál nýfrjálshyggja sem er lokasti kapitalismans hún hefur engin siðferðislögmál ef að einhver hefði ekki grætt á þessu hjartastuðtæki og einhver hefði eignarrétt á þeim aðföngum sem það þurfti til þess að vera til heldur þú að þetta hjartastuðtæki væri fyrir hendi? Heldur þú að mikilvægasta bara eitt mikilvægasta seinustu bara alla seinustu öld og vel það lyfið penicillin heldur að það hefði verið til ef einhver hefði ekki eitthvað Big Pharma Company hefði ekki verið að græða þvílít á því já það var til þannig það var gaur sem býr það til og það eru hluti sem eru gerðir með annað en gróða hagsmuni sko í huga En heldur að útbreiðsla þess lyfs hefði ekki verið hérna minni ef einhver hefði ekki grætt á því að veita fólki aðgengi að lyfinu? Alls ekki heldur að fólk myndi bara í góðmennsku sinni á tónleikunum, er það að fara að rukka inn? Sko, þú trú, að sjálfsögðu Já, myndur þú mæta að þú hengir ekki borgað? Veistu hvað við rukkum? Þegar við ákváðum að gera þetta í fyrra þá voru allir bara, já, þetta er geggjað easy, 15 skall eða 20 skall og við segjum bara, nei við verður verkamaður launana við þurfum að, þetta kostar pening að gera og svona og við erum búin að vera að eyða okkar lífi í þetta við eigum, þú veist, við tækjum þess að ræðu við apan en þú veist, við sögum, við viljum hafa þetta eins viðrálegt að við getum þannig að í fyrra held ég að við kosta 8 miðin
langt undir því sem að liður ykkar. Við vildum fá 200 kópa, við vinnum ekki að vera með fullt hús af einhvern garbaðingum, skilju. Þeim með vera líka, þú veist, þannig En ekki bara. Pælda hans í því, það er alltaf fallegasta sem gerur okkur að manneskjum, það er nákvæmlega það að finna upp á einhverjum hlut og hugsa, þetta getur bjarga mannkynnu. Nýfrjálsísku kapítalíska hugsunin er, heyrðu, ég er þetta með lifið við eðni, þú veist. Ætla ég að lækna heiminn, vera almennileg manneskja, vera sósíalisti, þú veist. Nei, ég ætla að rukka $1 trillion fyrir skammtinn, þannig að það eru bara Magic Johnson og þú veist, RuPaul sem er ok, þetta er náttúrulega ég skil samt alveg hvað að menna sko, þú veist hvað ég menna þú ert að tala öfugs núna kvata innan kapitalist kerfi sem byggir að því að þú viljið frekar að ég verði háður vörunni frekar heldur en að laga vandamálið það er basically þú segir dreifing þú segir að það sé gett effektív dreifing í kapitalisma og hversu effektív var til þess dreifingin í COVID á Pfizer hún var bara nákvæmlega þar sem ríkasta liðið hafði efni á að kaupa þetta drasl í mannskapin heldur að vera eitthvað Pfizer í Afríku? Nei, þeir fengu bara svona drasli sem virkaði ekki hvað Janssen komið til Afríku af því að það virkaði ekki þú veist. Ég nefnir að þú hvað kapitalinn alltaf skapaði samt þú átt ekki pening, þú fær hjarta vandamál og ef þú ert ekki með nú fljóta að rétta með kreditkortið þá derð þú þarna á gólfinu ef ég væri kapitalisti en af því ég er samfélagslega sinnaður með sko, eins og ég segi, nú förum við aftur nú getum við fara endalaust að raða hugtökum á mig, en púra definitely socialisti definitely ég er að fatta hann að allir fatti að það er búið að drepa svo mikið, að hættekka svo mikið af hugtökum ég vil samfélag skilur, ég er socialisti en það er líka fullt af liði sem að myndi ekki kalla sig socialista en eru kannski mjög svona góði sjá góðsemi sína innan kristni eða íslam eða eitthvað svoleiðis en það eru önnur gildi og þau eru ekki það að láta fólk mann deyja á gólfinu að því hann á ekki pening Nei, ég held bara sko þú dæði það hérna og þetta er sko ástæðan fyrir því ég held að sko móki sé svolítið vinstri sinna það er út af því að fólk heldur einhvern veginn að geti sko, já, nært sig á manngæsku og ég held sko að ástæðan fyrir því að kapitalismi sé jákvæður er út af því að mér þarf ekki að þekja væntu til þess að veita þjónustu. Þú ert ekki að fara að elska alla sem... Þú ert að rukka mig. Nei, já. Ég er svo fegin að ég er með gott hjarta maður. Þú ert með posan maður. En hugsa hvað er frábært. Þegar ég fer á tónleikana að hérna núna, hvernig var það? 24. maí? Já, 24. maí, kaupið með það. Hérna að þá þarf þér ekki að þykja vænt alla sem eru þannig inni og þú ert ekki að gera þetta einhverja manngæsku. Þú ert þannig mættur út af því að þú færði eitthvað greitt fyrir það. Það er fullt af fólki sem að græður og það er allir sem að græða og það er það sem er svo gullfaldur við hérna kapitalismann. Út af því ég er búin að hérna veita þér smáaura eins og þú segir út af því að fólk á að geta greitt fyrir þetta. Fyrir það að ljósamaðurinn fær greitt, fyrir það að hérna sá sem að setur upp sviðið fær greitt, sá sem að öryggisgæslunni fær greitt, þú fær smávægilega greitt, allir fá smávægilega greitt. Allir hamingjusamir. Og að hugsa þér hvað þetta, það er engin einhver manngæska og eitthvað svona rosalega góð gildi, eitthvað, ég með þykir svo væntum að samfélagið mitt. Jú, nei. Þetta er svo, sko, basically, nú ætla ég að segja hvað, ok, nú ætla ég að segja, við setjum allt í tónleikana. Við erum að kaupa, við erum að allt sem er að gera með hljóð, við erum búin að eyða brjáluðum tíma í geðveitt eitthvað visuala, sem sagt sjói sem er á tjaldinu bakvið, við erum með alltaf besta í öllu, það kostar sinn pening og svo reynum við að rukka bara eins lítið og við getum og við fáum alveg vel borgað, engar ágjörð af því en þú veist Þú vil kapitalisti? Nei, þetta er ekki kapitalisti Karl Marx talar það að vinna, sem sagt, þú ert að verðleggja þig ég á mína vinnu, það er það sem Karl Marx talar ég verðlegg mína vinnu og ég á að fá fleiri með mér í það að verðleggja okkar vinnu þannig að þess ekki vera arran okkur af kapitalistum ég á mig sjálfur þannig að ég er í toppokki mála það er engin ég er bara að kenna í hvernig einasta apakött og kapitalista sem vilja eiga mig, þeir get ekki átt mig skilur, ég er frjáls Við erum að fara að kaupa þig sko Þú ert komin helviti stuð Við erum að vinna í Það er búið að reyna það Herðu, nefna hvað Ef ég var kapitalisti ekki kapitalisti er hugtak yfir eitthvað sem á kapital en ef ég var að vinna þetta eftir nýfrjálshyggju leiðunum halda þessa tónleika
við í Rottweiler þá myndi þú mæta búin að borga 3-falt herra verð heldur en ykkur núna Svo Arion 30.000 og það væri svona sponsora frá Arion banka, Elbit sem að framlega, þú veist, hluti það verið að sprengja börn í Palestínu framleitur af Elbit fyrirtækinu það verið Boeing, Raytheon allir stærstu flop og það var bara myndir heyra öskrin og dauðum börnum í Austurlöndu bara þegar þú horfður á veggina og það væri við vorum með fentanýlsala það væri gæjar að selja fenta á fullu sem reyndar vond kapitalist hugmynd gamla kapitalismann þú getur bara selt honum fenta ákveð og svo deyr hann en nýfrjálshyggjan nefnilega svona hún svo heimsk, nýfrjálshyggjan, hún svo self-destructive að hún hún akkurat að Boeing hangi ekki í loftinu það því að þeir eru svo heimski, gömlu kapitalistan höfðu vita á að gera góða flugvél sem hékk í loftinu þú veist, það munurinn á nýfrjálshyggjunni og svo kæmið þú inn og þú veist, og það væri bara einhverjar Fisher Price græjur þú væri bara, fuck, hvað skangið hérna maður ég borgaði 30 skatt fyrir þetta og síðan bara, þú veist, síðan kæmi bara þú veist, og lýsingin væri ömuleg sviði væri bara eitthvað prump og það var ógeðslega þröngt það verið selt margfaldi fjöldinn heldur en væri bara leifilegt sko, þú veist og svo var því þetta bara alveg bara síld í dós og það var ekki það var ekki loftræsting og það verið bara, þú veist, ógeðslega hræðilegar auglýsingar borður út allt maður og síðan bara, þú veist ætti sjóið að byrja og þá bara kæmi bara Maggi Mixin og svið bara dulbúin sem ég og þá var ég bara þú veist, þá var ég bara að gera eitthvað allt annað þá var það bara, þú veist, eða kannski kæmi ég en væri, þú veist kannski kæmi bara DJ-n og síðan væri bara einhver skilurðu, einn af okkur eða kannski einhver sem væri löngu hættur í Rottweiler eða bara einhver svona sem væri bara að fá fyrir ódýran pening, skilurðu en hugsaði hvað samt þá væri gróði minn margfaldur en pældi ég samt hvað, sko pallurinn sem þú ert að smíða gæti orðið ógeðslega flottur ef þú myndir hugsa svona pældi hvað þú ætti mikið af pening nei, sko, ég ef ég verð að gera nei, sko ef þú verð að gera þetta svona, þá ættir þú miklu meiri pening já, en þá væri ég ekki listamaður fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir að listamenn við erum í alvörunni mér þykir vænt alla sem að fylgja mér og hafa stutt mig gegnum tíðina og ég segja það nú hefur verið á Indlandi karma ekki trúarlegt karma real sko þá meina ég þú getur auðveldlega sýnt fram á ef þú ert almennileg manneskja og gerir hluti sem þú græðir ekki bara á ef þú ert ekki kapitalisti sem gerir bara hluti sem þú græðir á þú fær þetta margfalt tilbaka ég get sagt þér það að ef ég var inn á tjörn og ég myndi sjá það veru bara eitthvað fólk sem dottið bara í tjörnina og væri bara að drukna ég myndi alltaf bjarga Jeff Bezos og Elon Musk seinast skilur þetta eru menn sem aldrei gert neitt fyrir neitt nema að græða því já, ég segi þess að deitt sko og þú ert trúlaus eða ekki? Jú við erum mjög rómantísk rómantísk, ég var að setja þetta í svona trúalegt samvikið sko snertaði með heilan anda nei, ok, það líka bara flott ég einu trúleysi líka skilur en ég get séð hvað aðdáunarvert þegar fólk hefur gildi sem snúast að hugsa eitthvað annan en raskata á sjálfum sér þess vegna erum við að hrynja vesturlöndin að hrynja að þegar nýfrjálshyggjan lokast til kapitalismans við erum búin að eyðileggja allt sem heitir samfélag það allt, eins og ég segi þú veist, sjá bara Ísland, það verið að markaðsvæða orkuna þú veist, það verið að kaupa blandið þú veist, það basically kapitalistarnir munu eiga landið en frá hverjum verið að kaupa þetta? Ríkinu já. Við viljum ekki ríkið þér sko. Ég held að þú sért með því já, heldur að sé úrslega gott að kapitalistarnir eiga það frekar sko, já, þeir eru ekki með lögregluvaldi sko. Það eftir því sem að þú rýrir vald ríkisins til betra sko. já, en þetta svo gömul hugsun hjá þér þetta í alveg gamlar hugmyndir eru góðar sko, oft á tíðum eins og þú veist já, sko ekki að það stoppa bara fyrir 120 árum síðan við þurftum Kropotkin, við þurftum Marx við þurfum Kropotkin, en veistu hvað ég er ekki að segja að það hafi rangt fyrir með ríkisvaldi þeir hafa rétt á valdi
corporate valdið samt margfald verra því þetta framhald, þetta þróun valdsins. Þeir losa sig við allar hömlur frá stjórnarskrá landsins, frá þinginu, frá almenning. Corporate capitalist vald, það enginn sem getur sagt þeim neitt. En hvað veist þér þá Trump? Út af því að þessi gagnrýni hefur komið mjög mikið frá til dæmis þeim sem kjósa Trump. Sko, nú verð ég að segja reitt með Trump. Hefur þér kosið Trump? Ég hef náttúrulega aldrei í mitt litla líf kosið Trump né Biden. Skilur. En Kamala? Þú getur talið upp bara 500 mismunandi apaketti þarna sem eru allir í sömu súpu af corporate apaköttum. Þetta eru corporate apakettir. Þetta bara lið á með mismunandi, það eru mismunandi puppet masters. Þú veist. En þróun kapitalismans þannig við endum alltaf í leið og það, sko, þetta náttúrulega alltaf óefni. Kapitalismin svo andstætt við til dæmis að vera í Asíu þar sem lífsspeki sem gengur út á jafnvægi, yin og yang og allt þetta. Ég meina þetta ávera jafnvægi. Vesturinn tók ekki út það. Það annarkvort bara góðari hrun og allt sem við gerum svona skemmtan lífið okkar líka svona, þú veist. Fyllir í þinga. Þetta jafnvægi bara ekki til í okkar helstu póstum. Og það líka því það gróðið í. Þú veist, þetta hluti af því að vera að betta á hvenær þetta fer upp, hvenær þessi hlutabrif fara niður og upp og svo framvegis. Þegar kreppa, þegar stefnir í óefni fyrir kapitalismann, þá fylgifiskurinn stríð, fasismi og kreppa. Í raun og veru kreppan kemur svolítið fyrst og þá byrja fólk að hugsa af hverju þetta 1% sem eiga öll völd efnahagsins með á sínum höndum, þetta 1%, milljarðamæringarnir. Þegar ég tala um kapitalista, ég ekki að tala um stáleðilegt fólk sem í smáfyrirtækjum, millistórum, ég elska auðnað og alveg fyrirtæki, let's go, en við erum að tala um 1% sem eiga hennan heim, þú veist. Leið og fólk byrja ekki að benda fyrir, það verið að ríða okkur í raskati. Þá útspilið bara, þeir verða að berast innbyrðis. Þeir verða núna að byrja að halda ástæðan fyrir að þú getur ekki borgað leiguna, getur ekki borgað heilbrigðisþjónustu sem allt í norðan einkarekin og kapitalísk. Ástæðan fyrir því, það ekki af því að gæi sem þarf ekki að fara á fætur næstu 500.000 árin, af því hann kapitalisti og á allt. Nei, það gæin sem var að flýja kapitalist stríð í Miðausturlöndum sem var gert fyrir til að ræna auðlöndum af þeim. Einhver sem flýr, hann á vandamálið, útlendingurinn á vandamálið, homminn á vandamálið, arabinn á vandamálið, gyðingurinn á vandamálið og basically einhver sem til dæmis, það hendar, sem fellur ekki innan vókskilgreiningar á vandamálið. Við erum öll látin á meðan kapitalið að bara fucking nef okkur. Það bara blá nef okkur í angusinn og meðan við erum öll að berjast innbyrðis. Skilur. Ég nefnilega sko og þarna hefur valdi nota vókið. Ég ætlaði að koma inn á þetta já. En þeir nota rasisma, þjóðerniskend trúabröð og þetta vókdæmi hefur verið notað af valdinu til að láta okkur líka berast innbyrðis. Já, þetta mjög áhugavert sko, því að ég mitt af þeim sem eru svona vók, þá hef ég verið kallaður útlendingahattari út af því að ég hef bent á það að í Evrópu hefur gengið misjafnlega vel að aðlaga og aðstoða fólk við að koma inn sem eru til dæmis eins og múslimar í Evrópu og það hefur gengið svona misvel og ég með sko Sýrlendinga, fólk frá Pakistan, fólk frá öllum þessum löndum í Miðausturlöndum, þar sem að ég einmitt bara að þjálfa litla stráka sem ég veit að verða fyrir því hatri sem að vissulega áhugjefni, já, í boxinu. En ég hef, þú veist, eins og bara, ég hef aldrei sagt frá þessu reyndari á Indlandi, að ég tvisvar lendi í því bara að kona mér sagt að út af því ég yrti á hana, þá gerar þetta hennar sem að þú veist að svona, að það skorinn að háls. Já, út af keistinu. Já, og þá var mér sagt bara að það mögulega út af því að ég ávarpaði stelpu í búrku, að þá ætti hún á hættu að verða skorinn að háls. Þetta var sem við vorum í strætó og ég var satt aftast og var að spjalla fullt af krökkum og þeir voru að segja mér svona, það var einn sem var svona túlkur og hann var að segja mér svona hvernig
hérna, já, hvað hann ætlaði að gera, hvað ætlaði þessi krakki að gera og svo spurði ég stelpuna hérna í hérna búrkunni hvað hún ætlaði að gera, hvað ætlaði þú að gera og þá bara hvarf hún aftast í hérna strætóin eða fremst reyndar, við vorum aftast og það bara sló algjörlega þögn og eftir hérna þessa ferð sem að var mjög skrítin eftir þetta þá spurði ég strákinina sem að var túlkunum fyrir mig þegar við komum að enda sig bara hvað, er ég í einhverja hættu núna, skilur núna þegar ég er að fara að labba hann bara, nei, þú ert ekkert í hættu hún er í hættu, út af því ég ávarpa hana og svo lendi ég líka í því að hérna var kona sem var í búrku sem að misti hérna dagblað og ég rétti henni dagblaði og maðurinn hann tekur dagblað og byrjar bara að berja hana með því og kýla hana eftir þetta þá hef ég verið mjög andsnúinn ákveðnum svona ákveðni heiðursmenningu sem er vissulega mikil á Indlandi, ekki bara innan múslima heldur líka innan hindúisma og ég hef verið að benda á þetta og ég hef benda á þetta sé áhyggjefni í Evrópu og alls staðar annar staðar og það var maður nútlendingahattari. Já, en það er líka því að þú telur sérstaklega þetta upp pældi hvað er mikið af einhverjum snargeðugum kristnum söfnum þar sem að þú veist alls konar feðraveldis, það er einhver gamall prelli sem er að djöflast á sóknarbörnunum þú veist, ég meina í alveg við þurfum en það er, já, en það er líka við erum að tala um bara vat já en af hverju segir ekki við getum ekki haft feðraveldis hugmyndir það að sé lægi bara að lemja kettlingar og krakka bara því að ég er pappin á heimilinu ég er pappa, ég er páfin ég er biskupin, þú veist ég meina gott fólk ég hef hitt svo stórkostlega múslima ég líka, þeir bjóða mann alltaf í mat sko ég hef hitt svo, já og fjölskyldugildin og gestrisnin ég hef hitt stórkostlegt kristið fólk ég til mis eins og ég er trúleysingi en eftir ég er búin að ferðast um heiminn og er búin að sjá hvað mikið góðu fólki er innan að þegar ég var svolítið eins og þú með þetta var svona bara núna er ég bara eins og Noam Chomsky bakkaði mig upp með, hann sagði mér alveg að því að hann er trúleysingi en hann segir, þú veist, hann talar um alls konar byltingarhreyfingar og svona framsagnar hreyfingar í Suður-Ameríku sem eru kristnar, það eru mjög mikið framsagnum flottum hreyfingum í Miðausturlöndum sem eru múslimar og eða þú veist það er alls konar trúarhópar í Miðausturlöndum, allavega trúarhópar þá segir hann, mér er alveg sama hvað þú kallaði, ég bara sé hvað þú gerir basically existentialismin Jean Paul Sartre, það skiptir engu máli hvaða dygða flöggun er í gangi, hvaða trúarbrögð, hvað þú þykist Gosi Benmaður, Trump og allir fari í kirkjuna, Jesú Kristur var flóttamaður, hann þurfti að flýja Rómverjana, hann var í Miðausturlöndum, þú veist, svo kemur Mango Mussolini og er bara eitthvað Jesú Kristur, nei, þú hefur ekki raskat með Jesú Krist að gera sko, ef þú lesið mögulega biblíuna, bandarísku evangelistarnir eru búin að náttúrulega hijacka kristina, dygðaflökunin er rosa mikið snýst að það er búin að hijacka orð til að líta út fyrir að næs ég veit að það er ekkert mál að finna hræðilega bókstafi í Kóraninum ég lesi Kóranin ég líka ég er miklu auðveldur að finna viðbjóð í biblíunni biblían er skrifuð, þetta gerist alltaf á sama svæði biblían er skrifuð alltaf fyrr þannig að hún er enn vanþróaðri það að halda að það er ekki að taka breytingum, það er hættulega gott fólk í dag notar það besta bara úr þú veist, gallin er úr bókstafstrúamaður og það sem er fátækt og það sem er kúun og annað, þá er mjög klassískt að fólk fer í bókstafstrú í krísum og kreppum þá fer fólk í bókstaf þú veist. Og mér finnst þetta allt viðbjóður við getum varandi innflytjastefnuna ég segi að við erum alltaf að berjast við stærstu valdaeiningu Vesturlanda við vitum almenningu hvað við viljum við erum öll sammála meira að minna hvernig við viljum að samfélagið sé við viljum hafa bara þak yfir höfuðið nóg að éta og býta og brenna og tíma fyrir krakkan okkar og fjölskyld og eitthvað svona, mjög klassist en við fáum það aldrei í gegn því að við erum með stærsti valdastruktúrun er ekki almenningur heldur kapitalið og kapitalið það skiptir engum hvað vil gera við viljum ekki mengun, við viljum ekki hafa kolaský yfir Evrópu eins og þetta var í Englandi á sínum tíma og við viljum ekki hafa kjarnorku úrgang geislum frá kjarnorkuverum við viljum þetta ekki en við getum aldrei fengið í gegn
af því að kapitalið þarf alltaf að segja, já, en græði ég á því? Og þannig þetta með, til dæmis með, við ætlum að berjast gegn mengun og gera eitthvað í því, og þá koma kapitalistandir, já, við erum ekki alveg til þetta en við græðum. Já, ok, þá þurfum við að banna alla bíla sem eru eldri en þetta og allir verða að kaupa glænýjan rafmagnsbíl, þú veist, og svo drekkið þið þetta úr papparaurum og svo flokkið eitthvað rusl sem að enginn er að endurvinna, en við látum ykkur halda það sé verið að gera eitthvað á plastinu og við heldum áfram að framleiða plast úr olíunni sem við erum búin að ræna af Arabruninu með Austurlöndum. Þetta er allt og nákvæmlega saman með þetta innflytjenda dæmi. Við viljum hjálpa fólki sem þarf að hjálpa að halda og að flýja frá stríðum, skilurðu, og fátækt, og þá við erum alltaf svo meira að meina sammála það, skilur, nú erum við svolítið að fara inn í smá vesinnisbylgju, en við erum að tala svona í príma aðstæðum, hefur þetta verið þannig, en þá þarf að heyra í kapitalinu, og þá náttúrulega er það bara, já, við viljum fá bara sem flest af liði frá bara, þá er allt í einu er þetta orðið það að hjálpa það sem að henta til dæmis fyrir kapitalið að fá sem vinnuafl, þú veist, þá er bara mókin liði og það er bara að hugsa út frá því að það sé að hafa gott vinnuafl sem er ekki í verkalýðsfélagi, kann ekki tungumálið, hann getur ekki tekið þátt í samfélaginu. ASÍ berst mikið fyrir því að flóttamenn fá að vinna til dæmis. Hvað segirðu? ASÍ berst gegn því að flóttamenn fá að vinna. Út af því að annars myndi það bara rýra kjör, náttúrulega ef þú ert með fleiri á vinnumarkaði, þá er kapitalið að græða. Já, sko, ég vissi ekki að ASÍ hefði tekið þessa stefnu og ég myndi vilja heyra rökstuðninginn. Þetta er ekki á stefnu þeirra, en ég veit bara þegar að þú talar... ég var bara... Já, nei, þetta er náttúrulega ekki þeirra stefnu, en þegar þú talar við fólk sem er að vinna í þessum geira, að þá er það stefnan. Já, sko, en sko, basically, kapitalið vill ómentað, ótalandi vinnuafl sem hefur ef ekki hundsvit á réttindum sínum. Þannig að þróunum með vinnuafl sem innflytjendur sem hafa komið til Evrópu hefur alltaf verið miklu frekar hugsa svona heldur en að bjarga fólki úr aðstæðum sem eru virkilega aðkallandi. Af hverju, þú veist, en dyggðaflökkun er að við erum að hjálpa flóttamönnum, þú veist, og þá var að taka þau kannski bara það sem að hentar og auðveldar til þess frá Albaníu, eftir Albanir, sem eru náttúrulega kannski ekki endla bara í Albaníu, eða Rúmeníu. Þú veist, leið og pólverarnir voru komnir inn í kerfið og komnir inn í verkalýðshreyfinguna eins og Íslandi og komnir inn í tungumáli og svona, þá voru verktakarnir þessi mannsalskompani, þá nefndur ekki að vera flytt, þá vildu þau fá Rúmen og Albani, það er þeir sem er að koma núna og grafa ykkur á skurði og við hafa ekki neitt vita á réttindum sínum og það er sami beint við og borga svart, sko. Já, þetta er ótrúlega steikt umræðu, því að alltaf að tala útlendingahattur, sko, ef þú spyrir Pólverja út í fólk frá Mið-Austurlöndum, eða jafnvel fólk frá Afríku, þá er þetta, sko, svona öfga hægri sinnuðustu menn sem þú finnur. Og ég veit að svona, sko, slavneska væpið þeir eru ekki hrifnir að þessu, sko. Oft ekki, en það er náttúrulega upp og niður, en ég veit alveg hvað mér, það er svona... En ég, sko, hefur þú engar áhyggjur af þessum svona, sko, því að þú ferðast svo víða, og ég nefnilega, sko, því að eins og þegar ég var í Indlandi, þar lærði ég svona, þú veist, ég bara tala við fólk sem býr í Evrópu, þar sem hefur verið mikill innflutningur fólks frá alls konar menningarheimum, og það gengur bara misjafnlega vel. Ég hef alltaf sagt, skilur, ég elska Indland og mér þykir bara svo ótrúlega vænt Indverja. Ég gerir mér alveg grein fyrir því að ef kæmi til með 1 milljón Indverjar til Íslands, að þá væri Ísland mjög ólíkt því sem það var fyrir. Og skilur, þá þurfum við að spyrja ykkur. Þá komum við aftur að því, viljum við gera þetta með hugsun almennings og fræðimanna á sviðurum, nota vísindalega hvað við getum gert til þess að beitli grein þetta, ekki hugsa bara já, þetta vantar, við erum með Kárahnjúkavirkjun, þá flytjum við inn tonna mannskap til þess að vinna bara fyrir eins lítið og við komumst upp með að borga þeim. Það er hugsunin í hvernig innflytjendur hafa komið, þannig bara til Þýskalandi þegar Tyrkirnir komið fyrst inn í Berlín og settir í eitthvað skíta hverfi, raða þar inn, haft þannig að þeir snert ekki okkar samfélag, einangrast frá okkar samfélagi, við viljum ekki inn í samfélagið, við viljum helst að þeir komi og vinni bara skíta vinnu fyrir skíta pening, kapitalísk nálgun. Ef við myndum hugsa þetta öðruvísið, ef við myndum hugsa þetta út frá
sko mannúðarsjónarmiðum, sósíalískum sjónarmiðum eða hvað við myndum kalla, skilurðu, svo samfélagslegum sjónarmiðum, þá myndum við hugsa, hvar er mest, hvar er neyðin mest? Neyðin er ekki mest í Albaníu, höfum alveg á hreinu, eða Rúmeníu. Neyðin er ekkert mestar. Neyðin er mest í akkurat þeim löndum sem NATO frábæra leiðt frelsis bandalega ólega Nú þurfum við að hætta að má ekki gaggrina NATO. Já, helvít er ekki vant samband en Dilljó Mist og Þorgerður Katrín út eitthvað skramblað ekki, hann má ekki segja þetta, við elskum NATO. Heyrðu, allavega NATO hefur til þess að tryggja áfram beint aðgengi að flæði leppstjórnana í fyrsta dæmunum af olíu til Vesturlanda. Þá farið í endalaust stríð, aðalvarðstöðin þar Ísrael, hún notuð náttúrulega massíft í þessum stríðum, að eyðileggja lönd, NATO eyðileggur stúta landi, stúta framtíð, þetta er óhugulegast að við erum í þessu, og Þorgerður Katrín bara, þú veist, allir sem mannskapur, maður bara í alvörunni, hataru manneskjur, spurðu fólk hvernig það í Líbíu núna eftir þess að frábæra aðgerð hjá henni Hillary. Þú veist he saw, he died þetta sko vitna í rómverska we came, we saw, he died já. Svo bara hún var alveg bara svona þetta var svona hún var bara vökun í 2 vikur, svo hló hún bara alveg bara exorcist-dæmi. Herru, en ok, það er svo gaman á okkur að við klárum, þetta er svona 1001 við klárum aldrei allar söguna, en það sem ég var að segja með flóttamanna dæmið, við verðum að taka þetta vísindalega, sem við gerum ekki með kapitalistin að vilja halda áfram og NATO að eyðileggja allir þessi löndana, við fáum endalaust af flóttamönnum. Hlaðvarpið í samstarfi við Ljárdalur.is. Ljárdalur sérhæfir sig í innflutningi á smágröfum og öðrum vinnuvélum og leggur mikið upp úr því að veita fljóta og persónulega þjónustu við hvern og einn. Hvort sem þú ætlar að gera upp sumarhúsið, gera upp garðinn eða hvað eina, þá ferðun á Ljárdalur.is og tryggir þér smágröfu til þess að klára verkið. Ég veit að það eru margir iðnaðarmenn sem hlusta á þetta hlaðvarp og þið farið inn á Ljárdalur.is og látið draum ykkar rætast, þið hafið alltaf viljað að eignast litla smágröfu. Ljárdalur.is, kíkið á það, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Það vill ekki flóttamaður vera flóttamaður, NATO rústaði landinu þeirra, Bandaríkin rústuðu landinu þeirra, Palestínu fokkt út af vestræna, bara Vesturlandi bara fokk upp Palestínu, þess vegna flýja þeir. Menn halda, svo er þetta svona áróður, svona hægræðuga áróður bara, þetta er svona einhver svona flipkissa, svona atvinnu flóttamenn, ég bara út af Saga og Miðflokkurinn og þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn og maður bara, þú veist, hvernig fá þessa hugmynd? Ef við varum vísindalega þessu, þá myndum við skoða, hvar er þörfin mest? Hvar er til dæmis fólk sem er að flýja undan, hvar getur við, og það er gert vísindalega, það er að hugsa bara, ok, til dæmis, þetta er fólk sem er að flýja, núna til dæmis NATO og félagar og Við, mennarðu? Já, þú og Dilljó Mist, nú til dæmis þú og Dilljó Mist, búin að styðja til valda jihadista í Sýrlandi. Stórkostlegur maður, æðislegur, ISIS og Al-Qaida og allt þetta fínasta sem ég meina, og í alvörinni, þetta er ekki samsæriskenning, Assad var stærsti óvinur Ísraels og Vesturlanda og þau studdu hvert sem er. Hann er alavíti og nú er verið að kála alavítum. Já, nú er verið að kála alavítum og kristnum og kúrdum. Þetta er það sem að vestræna óskabarnið, Giuliani, hérna ekki Giuliani, það er gamla ISIS-nafnið hans, það er svona móðgasti brjálæði að það notaði í dag, því það er búið að endurmarka sittan. Vesturland vilja alltaf svona endurmarka þetta. Evrópa er í samskiptum við hann og vilja, hann er bara þetta er flottur papír, þetta er ISIS dutt, ok? Fólk mun flýja þaðan, kristnir og alavítar og alls konar. Það er að hugsa rosalega mikið, ef við værum í alveg að hugsa þetta bara svona, til mig segjum við þetta gegn Sameinuðu þjóðirnar, að hugsa svona hvert menn vilja helst flýja, skilur. Og hvar það svona aðlast best, skilur. Í nýfrjálsíkjunni. Það sem allt er gott. Nei, því þá er á daginu, skilur við, þegar þú réttur hún posan og hann er ekki með kreditkortið, þú lætur flóttamanninn drauka, því það er ekki en gróði að bjargunum, nema borgir.
Það kemur posa. Þú er nýflóðsíki menn er alltaf með posan. Þú veist, maður er að passa sig það sko, hérna, bara, þú veist, þú veist, maður, þegar þú fer, nú erum við náttúrulega með kærustur og svona, við erum ekkert eitthvað að fara heim með einhvern random með einhvern píum, en þú veist, ef það er bara eitthvað svona, þú veist, ég hef alveg verið á svona djammi hérna upp í háskóla, hvað heitir barinn hann í háskólanum? Bara hérna stúdendabarinn. Stúdendabarinn hann. Og ég var kallarinn, stúdendakallarinn. Já, og það er fullt af svona huggulum, þú veist, nú er ég að tala um áður en að ég eignaðist kærustur, maður er fullt af huggulum vinkonum sko. Með posan. Já, krakkarnir, Hannes Hólmsteinn krakkarnir, þú veist, nýfölsiki babyin, maður bara, ég fer ekki heim með þessari sekundu, sko, svo maður búin að bara afgræða, sko, dregur hún upp pós, og ég bara, sus baby, maður, herru, ég ætla að skera það á snurinu hérna, þú ert ekki að segja að stelpunar í susi að selja sig. Já, ég meina, sko, ég ætla ekki að þess að fullir alla eins og ég segi, það eru gott fólk er í alls konar hræðilegum aðstæðum, eins og að vera bara í sus og annað. Það eru ekki vændiskonur. Nei, ég er að senda að segja, sko, það eru sumar sem taka nýflóðskuna það alvarlega, og þá er ég að tala um gaurana líka. Þetta er bara, þetta er hugsunin, ekkert er ókipis. Hádegisverðurinn er aldrei ókipis. Og ammaðinni til sölu. Það er nýflóðsíkjan. Heyrðu, en svo ég kláraði með flóttamennina, þá getur til dæmis eins og Íslandi, við ættum alltaf að taka á móti fólki, ef það er fólk sem vill koma enga og vera þetta, vilja sérst er ekki bara koma sem farðverka menn eða svona, þá finnst mér í rauninni áherslan á að þið tali íslensku og þá ekki bara að vera skilda fólk, sko, ég finnst í raun að veru að það þarf að vera einhver sko skilda um það, en það þarf að vera borgað að hún opinbera. Við viljum fá fólkið, ef þið ætla að vera íslenski þegna, þá verða það ekki að vera með í samfélaginu. Mér finnst það að vera skilda og mér finnst það að vera borgað. Þú veist, af því að ef þú kannt ekki íslensku, þá getur ekki kosið í kosningum, þú getur ekki tekið þátt í umræðan, þú getur ekki verið í heitapottunum að fara gegnum málin, vinnustaðaspjallinu, þú getur ekki gert einföldustu hluti nema á íslensku. Þannig að við getum annarkvort ákveðið að bara hætta að tala íslensku og tala bara eitthvað AI, Google Translate mix af ensku, eða, og ég verð að segja, kristni er ekki íslensk í eina sekúndu. Ásatrú er heiðnin, það náttúrutrúin í heiðninni, það er mjög íslenskt. Ég ætla samt ekki að vera með rembu og vera að hrækja hérna á kristið fólk sem eru með austurlanda trúabröð hérna, sem er út af sögu gengi, þetta er allt eitthvað kristið og alltaf það sé einhvern veginn fundið upp í Þingeyjarsýslu, það er það ekki. Þannig að ég ætla ekki að dæma Íslam með sama hætti dæma kristni eða Íslam. Það ég myndi ekki gera greinamun, ef einhver er múslim og er fáiði, þá er hann fáiði. Ef einhver er kristinn og er fáiði, þá er hann fáiði. Ég ætla ekki að dæma Múhameð og Jesú hérna í þessu kombói. En það eru samt, sko, nú er það að gera þetta auðvöld, að það eru bara menningalega afbreyði sem eru töluvert öðruvísi heldur en að við teljum að séu góð, eins og bara samskipti við konur og samskipti við fólk almennt. Það er alveg, og ég meina, við þurfum bara að viðurkenna það, eins og þegar ég var að vinna á Indlandi, að þá var það út af því að stelpunum hefði verið nauðgað og það bara barn á brjósti, og út af því að þetta var svo mikið skömm fyrir fjölskylduna að það var þeim útvíst út á götu. Skilur, það er svona... Þá tala hindúismann. Já, þetta var líka, það voru líka hérna fólk sem aðhylltist islam sem var inn í þessu gerð. Þetta var mjög, hvað ég var að segja, frjálslynd gagnvart í hvaða trúarbröðum. Horfðu bara á votta Jehóva, hvernig þeir úthýsa og loka fólk af og... En við getum svolítið ekki verið með votta bátism í þessu, sko. Þetta er ekki votta bátism, að því að Vesturlönd ganga og nærast á hræstni. Það er nákvæmlega sem rasismi er, þú dæmir einhvern harðara frá þessum trúarbröðum heldur en hinum. Það sem ég segi, ef þú ert sko, hérna, ef þú vilt í alveg leysa vandamálið sem er að vanvirðing gagnvart konum eða öðrum hópum trúarbragða eitthvað, þá segir þú, vandamálið er hérna að það þarf að taka í hendina á konum. Þú þarft að heilsa með handabandi. Já. Þú segir ekki, þessi múslimar, þeir verði að fara, því að þú veist, langflesti múslimar taka bara í hendurnar á konum. Við erum að tala hefur þú ferðast í Indónesíu og Malasíu? Nei, já, ég var á Bali, menningaferð. Já, þeir eru enda líka allir hindúar.
Það einu staðurinn á Indonesia sem yfirgnæfandi hindúar en eins og af hverju það bara púra vestrænt, rasist, áróðs PR ræpa að við ætlum að velja leppríki vestræn leppríki einræðisríki, fyrsta dæmin og segja þetta allt múslimar þetta konungs einræðisríki farðu til Indonesia og Malasíu ég meina, það náttúrulega mismunandi eftir svæðum hversu heittrúaðir menn eru en ég meina það eru alls konar trúarbrögð út allt og eins og í Malasíu það eru konur út allt í stjórnum fyrirtækja þú díla við konur, ég meina þær eru með blæjur, þær eru náttúrulega með blæjarnar að það vilja, Sharia dómstóllinn er dómstig sem þú getur valið, það er ekki efsta dómstigið, þú getur áfríðað úr Sharia dómstólnum, en í þessum leppríkjum og bestu vinnum Vesturlanda, sem að ríkis að þeirra hafa komið til valda, sem eru alltaf öfgamúslimar, ekki, og öfgamúslimar, það er innan tómt hugtak, ég meina Wahhabi múslimar, Takfiri múslimar, Al-Qaida gengið, þetta liðið, ég meina þekka söguna, þá vita mér það af hverju ætlum við að dæma alla múslima út frá ógeðunum sem Vesturlönd elska að hafa við völdnir í Austurlöndum af hverju ég veit ekki, mér finnst bara eins og Íslandi þá erum við það eru milljón mismöndi tegundir af múslimum 100% og þú veist, yfirgnæfandi meirihluti er bara illa nettlið ef við erum á tímabili þá fengum við til og með svo á Sýrlandi lið sem var að flýja undan þegar Assad fór að ganga betur í baráttunni við sem sagt Al-Qaida gengið, Al-Sham og hvað það heitir, þetta ISIS gengi þegar hún fór að ganga betur þá flúðu fullt þannig liði til Vesturlanda þú sást það sko alveg að það fyrir eftir hver er að hafa sigurinn þegar óvinnir Vesturlanda í Austurlöndum er að sigra þá fáum við hræðilega mannskap að flýja undan sem sagt svona Wahhabi gengið en þegar að vinir Vesturlanda eru í toppmálum sátarnir og svona þá færðu bara fólk sem er að flýja það get ekki hommast eða get ekki bara verið sleppt búrkunni En samöndu við vestræna gildi ertu ósammála Sólvöðunni með vestræna gildin? Við kláruðum ekki það Aftur tölum við sko eins og allir þessu umræða varandi Vóki snýst bara hvað þú merkingu leggur í hugtakið vestræn gildi nú eins og ég segi, ég ferðast mjög mikið ég elska að ferðast og ég er ekki bara á Fort Lauderdale þú sérðu mikið tenni með brísir en ég bara eitthvað bamboleo eitthvað með eitthvað volkan ananas brísir maður alveg bara í raskatinu ég ferðast til landa sem á því meiri sem eru svona vest sem að alltaf ef það eru bandaríkjastjórn er með ferðaviðvaranir til landa þá er ég bara, þetta er spennandi land Alsír og svona og á þessum ferðum þá byrja ég óslega mikið að fatta hvað er stórkostlega mikið lygi og fordómar í gangi gagvart alls konar mannskap í alls konar löndum þú veist, það skiptir ekki máli íslam, kristni, hindúismi, búddismi þú veist whatever, alavítar, whatever en ég sé líka hvað við erum að gera hvað Vesturlönd eru að gera gott og það er þegar Sólveigana segir vestræn gildi þá er hún að tala frönsku byltinguna upplýsinguna Parísarkommununa þetta er allt sem gerir ef þú segir að þetta sé vestræn gildi bara halleluja, alhamdulillah ég held hún nefndi líka samhengi við þetta sko upplýsinguna sem ég held að sé sem líka er basically persónufrelsi, lýðræði þú veist, en líka náttúrulega ég meina, já, ég kannski bæti við Parísarkommununa því ég veit að hún er mjög hrifin af Parísarkommunni basically það að það er innræði alræði og innræði ef einn gæi ræður líf okkar allra kapitalismi býður upp á það þú getur ekki þú mun deyja úr hungri nema hann eigi þig en út af verkalýðsbaráttunni þá þarf ekki að vera þræll venjulegt fólk þarf ekki að vera þræll nema 8 tíma á dag Nei. Já, þetta ég vinn fyrir sjálf að mig, ég er frjáls en við sko mikið að fólki sem þarf að vakna og vera þræll við erum að tala ok, fólk er að hugsa þetta ertu ekki þræll ef þú lappar inn á KFC klæðið upp eins og fáiði á pulsukaupi
við að djúbstekja fucking goggina einhverju hænsni, er þetta eitthvað sem er áhuga á þér? Nei, þú verður að gera þetta til að geta að lifa af. Já, þú ert líka bara að læra að vinna. Þú munt nýta þessa krafta til þess að búa til meira kapital fyrir einhvern flottan síðan. Fyrir einhvern flottan kapitalista. Þú veist, og nú Helgi Gói ekkert verstur að þeim, hann sanngjarnari en margir. Þú veist, hann er ekki að moka gámum á rúmunum til að grafa skurði hérna fyrir bara kúk og kanil, sko, en eins og ég segi, menn reka fyrirtækja mismunandi hátt og nýfrálsku típan er það langversta og mundu, ég skal alveg ég get setið niður með sko alvöru frálsökjumönnum, ekki ríkistarsmannum, Hannesi Holmstein og eitthvað svona eilíða ríkistarsmannum heldur þú veist, til mig segir þegar ég er að hlusta á hlaðvörp að því að ég veist prinsip mjög sniðug og allir orðaleikir veist, allt þetta sem að ræna hugtökum, þetta er nákvæmlega sem að George Orwell talar í 1984 hvernig þeir ræna orðinu núna á að dæla, nú ætlar Ísland að sko, við byrjaði að kaupa vopn, Ísland er fyrst í sögu Íslands eru við að kaupa vopn hella bensín á bálið í stríði okay? Já, til að bjarga lýðræðinu. Já, akkurat, bjarga lýðræðinu og hvað sagði Mette hérna í Danmörku? Hún sagði bara, þetta gæti verið úr 1984, hún sagði bara eitthvað stundum er bara stríð friður eða eitthvað svona. Já, jú, ég sá það var magnað. Við erum komið svo djúpt í 1984 og fólk gleymið því aldrei, fólk aldrei að gleyma því 1984 gerist í Englandi. Veistu hvað hefur verið að handtaka fólk, pældi, það er alltaf að tala um að það mátt ekki segja neitt í Rússlandi. Það eru 2023 33 á dag sem fekk lögreglu heimsókn í Bretlandi fyrir að hafa sagt eitthvað á netinu. Ég veit það, Þetta er dystopíst og áróðurinn er alltaf hannig. Nei, veistu hvað er ógeðslega? Þetta er svo ekta vestrænt. Ég tweetaði hérna, hræðilega hlutir að gerast í Bretlandi með þessu áframhaldi hræðilega hlutir að gerast í Rússlandi með þessu áframhaldi verða eins og Bretland. Já. Þetta er gott. Af því að það er alltaf sagt, vestræna típan er alltaf ef við ekki að laga þetta hérna, ef við ekki hætta að vera ef við ekki hætta að handtaka fólk fyrir að mótmæla þjóðamorði í Þýskalandi núna, þeir fóru bara hérna inn í gamla skjalaskápa í Þýskalandi bara, hvað er ekki eitthvað gott stöf frá honum Adolfi hérna sem getur notað núna? Jú, heyrðu, máttu ekki vera með kaffíu í mótmælum, Palestínufáni og maður gefur með slagorð á arabísku, má ekki spila arabíska tónlist þá fer gestapóið inn 2025 típan, þú veist hérna, allt þetta er að gerast bara hérna fyrir fram að trínið á okkur leið og við segjum, þetta er viðbjóður, er að sjá hvað þetta er mikið geðveiki, það er verið að hlera okkur öll og það er verið að biðja núna að byrja leyniþjónustu á Íslandi, þú veist til að fara frábæri þessi að vera með svona leyni svona verða að eiga sitt eigið Gestapo Stasi CIA company þú veist, öll lönd verða að gera það kannilega og þegar við segjum eitthvað bara við byggjum ekki samfélag svona það er bara veistu hvað það er gæi hinum inn á nettinum í einhverju dvergríki þar veistu hvað hann er vondur þú veist, Kim Jong-un Putin þú veist, þessi og hinn ég bý í fucking Evrópu, mér er drull sama hættu þessu þú veist, ég man ekki hvað þetta heitir þetta hugtak, en þetta er súper vestrænt að við eyðileggjum okkar samfélag, brjótunir okkar líðið á frelsi út af því að einhver er svo vondur annar staðar sem að er að fara að taka yfir og svona, það er rússar ekkert að fara að ráðast á Ísland, glemdu því við þurfum ekki Hitchens talaði smitáhrif hræðslunar sem að það var sett í samhengi við 1984 sko. Við erum bara orðin svo Bandaríkin eru keyrð áfram á hræðslu valdið í Bandaríkin nærist á hræðslan við svertingja, hræðslan við araba, hræðslan við mexikana, hræðslan við allt, þú veist og þannig tímis getur kapitalismin seltið byssu og alls konar svona, en það er meira líka að selja þeir hugmyndum að fara í stríð. Venjulegt bandaríkjamenn eru bara alveg eins og allt annað fólk, þeir vilja bara vakna taka bara lettan vinnuta, koma heim og vera með fjölskyldinu og svona, þetta allir vilja, en ef þú setur fólk í hræðslu ástand þá getur þú sagt bara
þú getur ekki séns að þú getur bara farið hérna og grillað hérna og fengið kúrs eða hvað það heitir hérna, Millers eftir vinnudaginn og eitthvað svona því að það eru múslimar eða rússar, það eru kommunistar þetta bara keyrt á hræðslu þú veist, þannig að Eigum við þá ekki að minnka ríkisvaldið? Við erum að komast að þeirra neðsum, sko, nei, ég er alltaf að koma, af því að ég þú finn það. sko, nei, þú fer verð með þetta, við erum að fara sko í verra ástand sem er kapitalist, ósnertalegt corporate vald, það er verra en ríkisvald, við erum ekki að færa valdið til kapitalista, við erum að færa valdið til almennings og það gerum við ekki með kapitalisma og það gerum við heldur ekki með ólýðræðislegu ríkisvaldi. Hvað finnst þér þess að ljúkum við sá svona væpunu á Íslandi? Þú veist, miðflokkur og nefndir hann, hvað finnst þér til dæmis Snorra Másson? Snorri er náttúrulega vinnufélagar. Já. Ég veit ekki hvað hann er að larpa, ég hef alveg þekkt að tala með hann lengi. Þetta er bara sumir fara bara inn í bara, já, er ekki money í þessu? Já, herðu, nú þykist hann vera á einhver incel-köttur. Þessi gæi alveg fengið að ríða á æfinni, af hverju talar hann svona, skilur? En þú veist, ég náttúrulega það er mjög mikilvægt, ég er ekki persónlegur með, þú veist, ég sé alveg, ég meina Þórdís, þetta er frænka mín á Ströndum sem var hérna sem byrjaði að hugsa að vera frábær hugmynd að moka milljörðum í að kaupa ykkur flugskeyti fyrir Úkra, skilur þetta er Ísland, við getum ekki verið persónuleg en ég get gagnrýnt allt og það er ekki persónulegt. Nei, ég er náttúrulega að læra það líka mikið í þessu podcast, ég menna það fullt af fólki sem ég er búin að sækja mjög mikið að sem að ég heils út á götu og spjöllum saman, sko. Já, það er mjög hollt, sko. Það er rosalega hollt. Þannig að ég get alveg sagt með Snorra, ég meina, ég er að bíða eftir að hann bara Segir djók. Segir djók, sko. Þetta er, ég veit ekki alveg. En ég er eiginlega sammála honum eiginlega allt, sko. Já. Sem að hann segir, sko. Ég er eiginlega aldrei svo saman. Nei, ok, til dæmis ég get sagt þér eitt að ég og þú og fleiri bara á okkar reki við fengum rosalega basic kynfræðslu sem var ekki gott. Kynfræðslu? Já. Okay, nei, varstu ekki, þú ert að tala um Snorra. Já. Og augljóslega þá kynfræðslu. Já, nei, meina þú sagði sammála allt, þú sagði sammála um allt. Okay. Og það er svona að ég svona hugsaði strax var að, sérst, ok, við fengum bara svona, hafa bara þverskurður af einhvern tettling með latinu heitum og svo bara var eitthvað kent eitthvað bla bla bla. Það var mjög lítið sem að komið svona, það var ekki ok, ég ætla ekki að sko vanverða þetta stórkostlega starf sem að kennararnir sem að kendu okkur á hlutina gerðu, en námsáætlunin var takmörkuð. Sem þýtti það. Hvað gerði við upp á það sem vantaði upp á? Já, þú ert að tala um kynjafræðina. Ég er að tala um það og það er kynjafræði og kynfræðisla er svolítið sikkur hluturinn. Nei, en ég er að tala um að þetta hangir allt saman. Hann er að gagnrýna, skilurðu, feðraveldið og þú sett stanslaust fórnalamb og einhvern veginn konur þurfa að vera hérna. Já, en hann myndi líka, sko, ég held alveg örugglega, minn maður, sko, sem myndi líka vera, sko, að tala um að það ekki vera kynfræðsla sem kemur inn á, veist, það er þessi rödd, miðflokksröddin, að megi ekki kenna og segja fólki aðeins fram í tíman hvernig lífið er, þú veist. Var hann aldrei íhaldið? Þetta var bara Sigmund, það var eins og vera andsetur af Sigmundi Davíð. Já. Já, ok, en þá erum við kannski að tala aðeins, en samt nokkurn veginn að sama, með kynfræðslu. Það er alltaf að íhaldið er að apeshita yfir því að fólk læri að þetta sé ekki bara eitthvað Disney mynd, skilur. En ert þú, sko, þegar núna ert þú rappari, skilur, ég veit ekkert með hvað sem er konum að vera, en þú ert örugglega umfram eftirspurn eftir þinni aðkomu í samskiptum sem að hafa að gera með kynlíf. Sko, nú velti ég fyrir mér, skilur, þegar þú heyrir til dæmis feðraveldið, ertu bara eitthvað svona, já, við þurfum alltaf bara að takast á við þetta. Þá fer ég eins og þú tók Sigmund Davíð í höldið, þá fer ég alveg bara, fer ég alveg RuPaul Drag Race alveg. Nei, meina, þú veist, ég er náttúrulega bara, þarna það er endalaust eitthvað að rífast og röfla eitthvað,
ég nenni ekki að elta eitthvað trend. Ég sé bara, alla mína ævi fylgst með stjórnmálum og sagfræði og landafræði. Ég elska þetta. Ég er mjög sterkur þarna. Feðraveldi, það er bara borðleggjandi. Hver er rauði þráðurinn í sögu, sko, senastu, þú veist, við erum að tala um meira en 1000 ár, þar sem að lífsspeki Vesturlanda sé trúabröð sem gang út á það er faðirinn sem býr til mannesku, þessi Guð, sem er faðirinn, faðir vor. Hann býr til son í sinni mynd, kallmaður, það er Adam. Hún vantar kettlingu, hann rífur úr sér rifbein, það er kettlingin. Og hann býr til boðorðin sem eru bara lögð sem grundvöllu fyrir vestrandi menningu, 10 boðorð, og það er, þú skalt ekki gernast konu náungaðins, múlasna, kerrunennar, það er bara upptalning á öllu drastlinu sem þú átt, að því að konan er eign. Þetta er grunnurinn í öllum Abraham trúabröðum, gyðingdóm, kristni, íslam. En ég held að þetta er sko hjá miðflokknum. Það er feðraveldi og ég skil ekki að einhver veit ekki að við búum við feðraveldi. Nei, það er bara galið. Ok, en nú er þetta skilur Faðir vor skapaði mannin í sinni mynd og rifbeinu kettlingin. Er það ekki feðraveldi? Þú hefur talað við Þorsteinn V. Einarsson og gerir að vera ekki svo löngu, skilur við. Já, með Jóhannes Stór hérna fyrir nokkrum dögum og þá erum við að tala um tjáningafrelsi og transbörn og sko hvort það mætti spyrja spurninga, hvaða spurninga mætti spyrja og það hefur mjög mikið að gera með þetta woke-dót. Og ég menna, það sem ég held að Snorri og hérna þeir sem á miðflokknum séu gagnrýnir er ekki bara eitthvað að við snúum aftur til bara eitthvað að karlinn verði bara húsbóndinn á heimilinu og allt þetta dót. Það er bara hana kannski, eins og ég spurði Jóhannes Stór bara, þú veist, má segja það er ekki til kvenkyns tippi. En skilur, hvað finnst þér um það til dæmis? Kvenkyns tippi? Já. Þau eru til. Sko, eins og ég segi. Sko, eins og ég segi. Ég ætla að googla þetta. Ég er með mjög einfalda reglu. Ef þú segir við mig, ég er múslimi, kristin, búddi, hindúi, þú veist, allt sem að skadar ekki umhverfið þitt. Það truflar mig ekki neitt. Ef þú segir við mig og bara tjekka á þessu, sko. Að ég sé með kvenkyns tippi. Já, nei, sko, byrju, ég með þetta betra. Ef þú segir við mig að þú skilgreinir kyn þitt út frá, sko, þetta eru 72 kyn, sko. Ok. Getur þú nefnt 5? Nei, ég get alltaf nefnt í hún svona, nei. Ok. Nei, en Þetta er kynjafræðin sem að Snorri er að gagnrýna, skilur við. Sko Þú veist, þegar einhver hendur í 72 kyn, ég spyr hvað nefndu 5, næ, ég ætla ekki að gera. Eins og ég segi, það er til sko margir tugir spámanna og eitthvað í alls konar trúarbröðum. Ég þarf ekki að kunna nefna á alla. Þú gæti nefnt 5 samt. Ég veit ekki, ég myndi þetta að segja, ég virði það, þetta er þitt, það sem er þitt líf og svona, ég skal virða það bara, en ég get ekki alveg lagt í að læra þetta allt. Þú veist, þetta er aðeins of mikið, til dæmis Astergender. Sko það er? Nei. The person has a bright and celestial gender identity. Já, þetta er allt ég veit En þú verður að viðurkenna að þetta sé til. Herru, ef þú segir þetta, þá er ég bara, já, ég bara, let's go, af því að ég trú að persónufrelsi sé algjört, svo lengi sem að skada ekki næstan. Þess vegna má ég hafa skoðun á því að þetta sé ekki til. Er það ekki rétt hjá mér? Það er persónufrelsi mitt þá. Ég meina, ég má vera skítæll, skilur? Ég held að rosalega mikið fólki finnist þetta ekki endilega vera til. Til dæmis, astral gender. Having a gender identity that feels to be related to space. En þetta er, þú segir ekki orð. Nei, þú bara viðurkenna þetta. Nei, meina, eins og nú hlægum þessu. En ef þú... Þetta er líka svolítið kúkú, skilur þið? Svolítið kúkú? Já. Já, byrju, herðu, rifbeinið. Já, þannig að þess vegna kemur, er ekki Snorri núna að þykjast að vera eitthvað í geti kirkjunni og trú á Jesú Krist og eitthvað.
Það nú alls konar jólasveinasögur sem að menn þurfa og ég kyngi því að verði bara þú trúir á þinn jólasvein og ef þú segist þér á jólasveinin ég er nefnilega þetta kemur mig bara ekki við Nei. þitt kynferði eða kynlíf ef þú ert bara notalegur og næs og bara vilt vera í samfélagi það er alveg sama allt þetta Og ratu það samt, ég frjálsögjum að gagvart sjálfum mér, ekki gagvart öðrum. Nei, ég veit það, akkurat þú selur það, frelsi annara maður þarf að borga fyrir það sko Já, einmitt það er eitt kjarnin í kapitalismónum maður komið staðið bara þegar maður egnaðist meiri pening það er svakalt frelsið er bundir úr svo mikið peningunum þú þurfum ekki að ágjur að borga leiguna næsta mánuðum átt og Hér er posinn og enda hérna er posinn, helvítið Esper Eyvindsson Þetta er búin að vera mjög skemmtilegt Já, mér varst og eins og ég verð að segja með hlaðvörpin það er mjög mikið að liði alvöru bara sem ég get ekki verið það getur að sammála öll leiti en til dæmis sem segja að stríð það er actually libertarians bara klassískir, gamlir með prinsip sem standa með ykkur ekki bara til sölu eins og neoliberal ræpurnar eða neocon íhalds drasli og þeir segja bara hvernig í anskotanum getur einhver verið að framleiða endalaust af þessum vopnum til að sprengja og drepa palestínumenn, sýrlendinga, líbíumenn hvert sem hvernig getur það verið góð hugmynd að ríkið sé í þessu og þá allt í einu er ég sammála þeim ég segi að ríkið á anskotana geta verið að kaupa vopn hvað þá íslenska ríkið Já, ég er sammálaður þannig sko. Mér hefur fundist stórkostlega einkennilegt bæði á vinstra vagnum og hægri vagnum þetta svona stanslausa sko, heimta á það að ég sé peppað fyrir stríði eins og í Rússlandsstríðinu sko. ég er ennþá pirraður yfir cancel-kultúrnum gagvart Rússum ég held bara að hafa ekkert upp á sig og eins og hefur sýnt og það er rússafóbía en ég man sko, út af því að þegar stríðan nýbyrja þá fór eitthvað myndband á flug þar sem að Úkraínumenn voru að ná að molotov kokteila einhver skriðdreka og út úr stigu 4 rússneskir hermenn sem voru að brenna lifandi og þetta var sett sem eitthvað peppar eitthvað Úkraínumenn að snúa þessu við og ég er ekki að fara að vera peppaður yfir því að einhver blá fátækir strákar rétt skrinnir yfir tvítugt sé að brenna lifandi í einhverju járnklumpi sko, og það skiptir og því að núna til mig að því að sem ástæðan fyrir því að maður er með á nótunum og getur séð basically þegar allir er bara er Kharkiv að falla eða allt þetta, basically ég sé þetta allt núna því ég er löngu farin af öllum korporatmiðlum ég veit eitthvað jarðskjálfta eitthvað Grindavík, þá skoði ég rúf en ég er bara á Telegram þannig ég er með úkrarásir, með rússarásir til að fylgjast með og ég er búin að sjá svo mikið af ógeði að einhver vilji halda þessu stríði áfram og hafi viljað sko hunsa Minsk-samkomulagið og Lissabon pælingarnar Istanbul samningin samkomulagið, já, ef þú hefur séð hvernig stríð það eru sko að einmitt fólk brennandi líkhúsin svo þegar Zelenski var eitthvað að tala að þeir var að sigra Bakhmut við erum að sigra Bakhmut þá var ég bara að skoða rásunum fullar það voru fullar bara svona ekki hvelfingar það var svona braggar að dauðum úkrum frostnir eitthvað og maður bara svona og svo kemur selurinn já, við erum að vinna Bakhmut og Rúf og Vísir og allir divaf bara, já, Bakhmut nei, þeir lifið í lega búblu sem sýnir ekki hvað stríð ógeðslegt þetta stríð verður að klára sem fyrst áttur að löngu vera klárað ef það var ekki fyrir Boris Johnson og þessar NATO-ræpur sem að nota Úkraínumenn til að deyja til að veikja Rússland þetta er proxy-stríð til að veikja Rússland það eru svona 1,000,000 Úkraínamanna sem eru annað dauðir eða er ekki að fara að snúa aftur á vígvöllin af því að það vantar á að lappir eða eitthvað það er ekkert mál ef þú sérð ekki stríðið að vera bara, já, eitthvað svona frelsisflip, Úkraína eitthvað, skilur við en ef þú ferð á Telegram og sérð rússadeyja, Úkraínumenn deyja þá langar eins og þú segir eitthvað brennandi rússneskir hermenn, af hverju það allt í henni lægi það er ekki til lægi að neitt sé að brenna til fucking bana
Það er verið að segja hérna við mig að ég með ekki tala um þetta, þannig að hérna, það er hérna Erlingur Herða sérfræðingur, hver gróf þann dútt upp maður, hann er hérna, já, nú stöðum við þetta, hvað kom sá gæi? ég veit það ekki, hann kom allt í hennu upp á yfirborðið. Hann var grafin upp alveg, hann er bara starfið á NATO allæfi og svo er hann allt í hennu bara svona fræðimaður og sviði hernaðamála. Þetta er hérna, við verðum að hætta núna. Herri, já, Erpur Eyvindsson, slagið babarinn 24. maí. Já, 24. maí, hérna, Rottweiler og sko, ég ná ekki svona að klára hinpuntin en Við tökum hann bara næst. já, takk fyrir þetta gamli. Geggjaður. Þú sendir bara heimabankan, rökkun fyrir bara tilvöruðinni, við þurfum að halda ykkur uppi, við vinnandi fólk, þurfum að halda ykkur frálsíkjumönnum uppi. Við erum nýbúin að borga af ellilífurinu fyrir Hannes Holmstein og við heldum bara áfram. Þannig að við sjáum með ykkur. Takk fyrir þetta, Gemindansk. Takk fyrir þetta og takk fyrir posan. Já. Gott að sjá þig. Það er góð. Don't take refuge in the false security of consensus. My own opinion is enough for me, and I claim the right to have it defended against any consensus, any majority, anywhere, any place, any time.